Góðan daginn og velkomin til Stundarinnar. Þetta svona hefðbundin stund fyrir okkur. Og það alltaf í að þessu hefðbundnar, aðalatriðið að þær séu góðar. Og þar hafa nú verið ágættar fram að þessu og ef ekki reikna bara með að þessi verið eins. Kannski verður þetta besta stundin okkar. Hver veit? Það kemur allt í ljós í loka stundarinnar hvernig tókst til. En við höfum ekki áhyggjur af því vegna þess að við erum fólki sem höfum beðið fyrir þessu og berum ábyrgð að því leyti til að allavega biðja. Þannig að við skulum bara vænta þess að gott efni verði flutt hér sem byggi upp, bæti úr og kannski svari einhvað spurningum. Það er aldrei að vita. Orð Guðs er þannig vaxið að það svarar spurningum. Ég veit ekki hvaða spurningar þetta svarar, en Drottinn þekkir þínar spurningar. Hann er stór og hann tengir þetta allt saman með þessum hætti. Þess að í þessu hlutverki að gera það sem hann er að gera og svo ert þú heima að spyrja og velta vöngum yfir ýmsu og aldrei að vita að Drottinn gefi þessum svar í sinni ræðu sem kemur snertir eitthvað á þínum pælingum. Þetta býr til risastóra mynd og í raun og veru stærra samfélagi sem við endilega ekkert fyrirfram vitum þekkjum kannski að einhverju leyti, en vitum kannski ekki að öllu leyti. Þú rataðu það að fyrir Drottni er allur heimurinn undir. Í þessum töluðum orðum, í þessu andartaki, litla andartaki okkar, liggur allur heimurinn. Og Drottinn er yfir þessum heimi og í raun og veru ríkir þar og ræður þó að annar sé sem að þykir stjórn á, hann heitir Satan, en hann í raun og veru er hann valdalaus. Það er merkilegt að tala svona því að hann gerir ekkert eða með öðrum orðum Drottinn getur alltaf bara bent og sett stopp á hann hvenær sem hann vill. Þetta er enn þannig í dag. Þannig að hann heyrir bænirnar og hversu oft heldur þú, kæri vinur og vinkona, að bæninni hafi ekki hindrað hann í sínum voða verkum. Oftar en þú heldur. Þannig að við ætlum ekki að bregðast í bæninni, við ætlum að biðja og svo biðjum við meira. Að því við höfum trú á mátti bænarinnar. Og hann er mikill, mjög mikill. Þannig við vitum sem að þekkjum eitthvað til málsins að hér er ekkert að tala neina staðalausa stafi. Þetta er raunveruleikinn sjálfur. En það með Guðs orð, við erum misjöfnað okkur í Guðs orði, einkum og sérlagi vegna þess náttúrulega að við erum á misjöfnu stað í trúnni. Maður sem er búinn að vera áratugi í þessu og rækt sitt samfélag við Guð upp á hvern dag síðan. Við sjáum það að hann er kominn talsvert lengra heldur en maður sem er bara nýstiginn inn fyrir. Við erum ekki ennþá búin að átta að sjá því hvort það vilji þetta eða ekki. Þannig að sá maður í raun og veru veit ekki mikið hvað hann er að fara út í, ekkert frekar en ég á sínum tíma. En bráðum 40 árum seinna er vitneskjan orðin töluvert meiri. Og þetta er ávöxtur trúarinnar. Sem sagt, þú vaknar inn í hvern nýjan dag, eins og þú gerir alltaf, en eftir trú vaknarðu inn í hann sem þessi trúaða manneskja. Og trúuð manneskja með alla athygli rétta lofar Guð.
Hann er það nú. Og það er ekki erfitt að lofa Guð, segi ég. Og ég þakka Guði fyrir það að ég hef nú hingað til líka nefnt í. En sumir nenna því ekki, kannski. Það er ekki gott. Þannig við þurfum að setjast á letina í okkur, sem alltaf er að reyna að kefja og flækja orðið, já, og minnka flækjustigin í orðinu. Þau eru ansi mörg, mjög mörg. En ekkert samt fleiri en við viljum hafa þau sjálf. Ef við erum að flækja orðið fyrir okkur, þá er það vegna þess að við erum að reyna að toga út úr orðinu einhvern skilning sem er ekki þar. Skilningur orðið Guðs er margvíslegur, en hann er þessi eða þessi, en ekki hvað sem er. Þetta er það sem lærist á trúargöngunni og þetta lærist með tímanum af lestri Guðs orðs. Þannig við sjáum að það eru margir samverkandi þættir sem að spila saman á trúargöngu, já, Hafnfirðingsins sem hér talar. Feitur kall og allt saman það. En hann trúir á Jesú og hefur ekki veiklast í trúnni á Jesú, hefur leyft honum að segja sér til og vera kennarinn sinn og sér ekki heldur eftir því að hafa farið þessa leið. Því að það sem að maður hefur numið af Kristi er rétt kennsla. Ég bakka aldrei með það að þetta er rétt kennsla sem hann er að frambera og ég hef í orði Guðs sem er rétt kennsla. Við sjáum að við sem vantreystum segjum öllu og meira þess að segja það í votta viðist. Ef við vantreystum öllu, eins og því miður sumir gera og sem er, já, eigin mati allavega hafa ástæðu til, akkur vantreystum við þá ekki líka Biblíunni? En ég segi, treystu Biblíunni, treystu orði Guðs, þú verður að byrja einhvers staðar að treysta. En það er þessar skoðanir mínar og þínar sem hafa alltaf flækst fyrir þessu. Já, við höfum misjafna reynslu af lífinu, það er alveg rétt. En ég segi þér, þú hefur ekki alltaf metið kringumstæðurnar þínar rétt. Og það er vandinn. Og frá þessari afstöðu hefur dregist upp alls konar sem enginn í raun og veru fótur er fyrir. Og þú gert að þinni sannfæringu sem gerir að verkum að þú í raun og veru treystir engu. Og ég get sagt þér það, minn kæri vinur og vinkona, það er rosalega slæmt. Það er rosalega vond stað að vera í þegar maður treystir engu. Já, við höfum ástæðu til þessum að treysta engu. En ég segi, við verðum að treysta einhverju. Og hvar ætlum við að byrja? Ég get bent þér á orð Guðs sem á geta byrjun í að treysta einhverju. Ef þú treystir engu og átt erfitt með að treysta, þá er mjög líklegt að þú treystir heldur ekki orði Guðs. Ég spyr þig, hvar ætlar að byrja? Ég var að benda þér á góða leið. Byrjaðu á því að treysta Guði. Treystu orðið hans og gakktu hiklaust fram í því án neinna efasemda og neinna spurninga. Nú skilur það ekki, það er rétt. Ekki allt, sumt skilurum. Og ég er með þér þar. Ég skil ekki sumt. En ég man alltaf eftir ákvörðuninni sem ég tók. Og þá var ég sennilega á sama stóðu þú og ekki alveg að ná upp í þetta og hvort þetta sé nú beinlínis er rétt. Þá var ég að lesa Biblíuna. Ég man á einu svona andartaki þess sagði ég, héðan af,
ætla ég að hætta að rífast við Biblíuna. Ég ætla að treysta henni. Og það hef ég gert síðan. Ég skil ekki allt í Biblíunni. Og það allt í lagi þó ég skil ekki allt í Biblíunni, en ég treysti orði Guðs. Og hvað gerist? Með tíð og tíma rennur upp ljós yfir þennan ritningastað og hinn. Að því þú ert að stunda þitt samfélag við Guð, þá hefur það hellings góðar afleiðingar hvort sem er fyrir mig að þig. Svo fyrir utan það að ef við gerum þetta, þá tengjast líka bönd inn í systkinahópinn. Svo þú kannski treystir ekki heldur, nema svona hálfgildnings. Þetta er ekki góð staða. Að sjá djöfulinn í annarri hvori manneski er ekki góð staða fyrir nokkurn mann að vera í. En því miður þá sýnist manni að það sé nú oft með þeim hætti. Við erum trúað fólk, en verðum upp í svona þvælu. Við sjáum hér, kæru vinir, að við þurfum að deyja mörgu. En við fyrirverðum okkur ekki til þetta, því að líklegt er að hver kristinn maður hafi verið einhvern tímann á sinni trú og göngu þarna. Að efast, treysti þessu nú ekki verið umvera, og eitthvað svona, rugl. En jafnvel ruglið má ýta út, orð Guðs er mjög gott við að ýta öllu rugli út úr skallanum á okkur. Þannig að við höfum verk að vinna, við höfum mikið og gott verk að vinna, því að hver vill vera einhver rugludallur, ekki ég allavega, kannski er maður það, en ég vildi þá að ég væri það ekki. Og hvað ger ég þá úr því ég vill þetta og gefa út yfirlýsingu það nú? Ég er gangskur að því að ýta öllu rugli út. Og hvað ger ég? Og hvað aðferð nota ég? Nú orð Guðs. Til að ýta því öllu út. Og eftir því sem að meira því fer út, þá eykst pláss. Veist, ef þú tekur til á borðinu hjá þér og tekur kannski fullt að drasla á borðinu og hún nennir aldrei að taka til á því. Og svo allt í einu er allt farið þar nema það sem þú ert að nota. Til dæmis þetta. Og þetta hérna bráðnauðsynlega tæki til að drekka vatn úr. Það er eftir á borðinu og öðru leyti er það hreint og tært. Það er búið að taka til á því. Þetta er miklu betra svona, segi ég. Það er miklu betra svona, því að okkur líður betur eftir tiltektina sem við nefntum aldrei að fara í, en gerðum loksins, voru bara harla glöð með okkur sjálf, já, harla glöð. Þegar við erum búin að taka til eitthvað í okkar lífi, þá verðum við harla glöð. Akkurat, að því við nefntum ekki að fara í þetta, fundum kannski ekki í leið til þess að fara í þetta, en svo fórum við í þetta og þá fyrst og fremst sáum við að þetta var nú ekkert mál. Svo segjum við þetta er miklu betra að hafa þetta svona. Framtíðin eins og beri skauti sér hvort þú standir við þetta eða ekki, en þú getur það alveg. Í hvers skipti sem að eitthvað svona kemur upp, þá brettur upp ermar og tekur þið til og reynsar til. Þannig breytum við líf okkar. Þannig gerum við betra líf, já, gott líf. Og við eigum að keppast eftir því að gott líf, vegna þess að við getum farið þessa leið með okkur sjálf. En ef við gerum ekkert í málunum, erum bara einhverjar skjóður sem að tökum inn allt sem að sagt er við okkur, það er bara vísbendingi til mín og þín það að í raun og veru hafi ekkert breyst. Og ég segi það, að hvort sem það ég að þú, að þá er það óásættanleg staða. Og það er ekki það sem Kristur er að boða og það veit ég að þú veist líka. Þannig að við erum alltaf að berjast
við þetta veika hold og veiklundaða manneskju, og þú bendir á þig sjálfan og ég bend á sjálfa mig, sem þó þessa veiklunduðu manneskju sem veit ekki alltaf hvað snýr fram og hvað snýr aftur. Þetta lærdómurinn, endaleysi. Það að vita allavega þessi grunnatriði. En stundum eru þau einnig á reiki hjá okkur, þessi augljósu grunnatriði. Og það flækir málið. Við verðum flækjumeistarar í stað þess að verða meistarar í að leysa flækjur. Einnig þetta fer á haus, að þið leyfðu því að fara á haus. Og hverjum erum að kenna? Honum, henni? Nei, við bendum aftur á sjálf okkur. Akkur. Við ráðum sjálf hvernig við tökum einu og öðru. Er það ekki alveg rétt? Jú, þannig að við sjáum hvernig sem við horfum á þetta, hvernig sem við lítum á mál, þá drögum við alltaf hring utanum okkur sjálf og ákvörðunarvald okkar. Ef við höfum ekki bein í okkur, í okkar nefi til að taka á málum sjálf, þá erum við mjög illa stödd. Og ég veit að sumt fólk er aldeilis ekkert fært þetta. Þess vegna er það að kvarta við aðra eitt og annað. Af hverju? Í því skjóli að þetta fólk fari í verkið fyrir það. Finnst okkur þetta að vera rétt? Mér sýnist það já, að mörgum allavega finnist þetta að vera rétt. En er þetta rétt? Verk? Hver meti það fyrir sig? En ég hef svona efasemdir að þetta sé endilega réttasta aðferði sem hægt er að fá og finna. En hér auðvitað viðra ég bara mína eigin skoðun. En ég held að Drottinn hafi ekki dáið fyrir þetta samt. Hann dó fyrir það að ég og þú, já, byggjum til samfélag kærleika. Það vill hann. Eigum við kærleiksríkt samfélag. Oftast nær já, þetta kristna fólk eigum það nú til, en svo inn á milli byrja ruglið. Ruglið. Það er alltaf komið byggja rugl. Og við auðvitað þurfum að hlusta á það, hvort sem okkur líka það betur að vera. Og stundu þurfum við að fara í eitthvað verk sem okkur finnst nú ekki þægilegt. Af hverju? Af því að sumir hafa brotið af sér. Og brotlegur hreyfir við öllum í kringum sig. Að brota af sér er ekkert annað en ofbeldi gagnvart öðru fólki. Hefur áttaði á því. Hve marga dregur með þér með þínu afbroti? Broti. Fyrir eftir aðstæðum og kringumstæðum, en sumir hafa dregið mjög marga með sér af sínu afbroti. Mjög marga. Og segðu mér að þetta sé eitthvað annað en ofbeldi. Þannig að ofbeldið er víða. Ofbeldið er meira en okkur grunar. Horfðu út í samfélagið, horfðu í kringu þig, þú sérð í einhverju mynd eitthvað ofbeldi í gangi. Sem menn sogast inn í jafnvel vegna sinna hrikalega miklu meðvirkni. Það er langt síðan ég áttaði mig á skaðseminni sem þessi meðvirkni er. Hún er hræðileg. Og ég held að enginn maður sé alveg að öllu leyti laus við það, og ég er það örugglega ekki heldur. Þú getur kannski sagt mér eitthvað sögðu að því.
En auðvitað eru allir einhvers staðar þarna, en hvort sem það ég eða þú eða hver sem þá þetta rangt. Meðvirkni leitar ekki sannleikans. Hún væri ekki meðvirkni ef hún leitaði sannleikans. Við sem eigum Krist, við elskum sannleikan, en dettum samt ofan í einu og aðra gryfju, þar sem að eiginlega sannleikurinn svona bara eitthvað auka hobby hjá okkur. Miðað við afstöðuna sem við tökum til mála. Og ætli maður sé ekki jafn sekur öðrum þar, ég hugsa það. En við sjáum að við þurfum alltaf að vera að koma fram með kennslu og orð sem að vekja okkur upp til þess sem rétt. Hvað segir orðið? Nákvæmlega, hvað segir orðið? Það með þetta allt hjá sér sem ég þarf að vita til þess að stefnan mín sé rétt. Og mögulega þeirra sem í kringum mig verði líka rétt. Þegar við erum hópur. Það nú bara þannig. Og hópur hefur alltaf áhrif hvorn og annan með einum og öðrum hætti. Og hvernig ætlar að koma í veg fyrir þetta? Þú getur það ekki. Nema að koma þér út úr hópnum. Og ég ekkert endilega að mæla með því. En þú auðvitað velur það sjálfur og sjálf hvort þú takir út úr hópnum. Af hverju vilja menn taka sig út úr hópnum? Þá eru þeir búin að gleyma því að þeir kannski komi inn í hópinn með mikill eftirvæntingu. Svo mögulega, sennilega, hugsanlega, var þetta ekki alveg eins og þeir héldu. Hvað er þetta? Mynda hverju er þetta? Veikleika. Svo ég tala nú enn og aftur hann. Og ég haldinn þessum veikleika. Þannig að margt hefur maður nú lært líka, kannski í eina tíð og líklega hef ég nú gert það, gerði ég væntingar til þessa hóps og hins, en í dag geri ég það ekki. Maður lætur bara hvern dag nægja sína þjóningu. Alveg glimrandi gott í dag, og kannski oftast nær þannig, og nú oftast nær þannig, svo koma dagar, þar sem ekki allt glimrandi gott. Og ég þá að hlaupa út. Finna með annan, til hvers? Ég lendi sama þar líka. Með tíð og tíma. Svona bara eru þessi mannlegu samtök, að þau eru svona yfirleitt góð, eins og vera alltaf reiðilega still. Yfirleitt, með einhverjum einum sem kom inn og setti allt á annan undan, þannig það líka og þetta vitum við. Hvernig ætlum við að koma í veg fyrir þetta? Þú getur ekkert komið í veg fyrir þetta. En við verðum bara að sjá til með einstaklinga, hvernig þið virka. Þannig að í sjálfum sér er lítið sem við getum gert, þar að segja, ef við erum með hóp sem opinn. Það er þetta að vera með lokaðan hóp. Það heitir við slíka. Ég allavega kæri mig ekkert slíkan hóp. Og hef aldrei verið í svoleiðis hóp sem maður var merktur inn í. Ekki svo í muni. En þetta eru bara mannleg samskipti. Við erum alltaf að takast á við þessi mannlegu samskipti. Og tekst nú alveg oftast nær að glíma nokkuð svona skynsamlega og hyggilega við það, en stundu gerum við ekki og þá verður allt kannski upp í loft. En svona undir upp í loft á þess að þannig sé neitt gerist nema einn og annar fyrir fílu sem nú kannski léttvægast af þessu öllu saman. Og það nú einn, það fari í fílu, eins og ykkur sagði feita fílu, bara gerist í mannlegum samfélagum. Og við getum ekkert átt neitt við það. Þannig að þú veist að í hóp þá gerist þetta allt.
En þetta hefur engin áhrif á þig lengur vegna þess að þú dóður svo sjóaður í þessu. Að þú tekur þessu bara sem, já, kannski leiðindar biti og ekkert meira en það. Það er líka þetta sem lífið kennir okkur. Þannig að þú ert ekkert endilega með einhverjar ofboðslegar væntingar þetta og hitt, bara til þess að verða fyrir vonbrigði seinna. Og þú munt verða fyrir vonbrigði. Vegna þess að þetta mun ekki alltaf virka alveg eins og þér líka og henta. En samt er hópurinn áfram og þið, strákarnir og stelpurnar eru áfram í þessum hóp. Vegna þess að í grunninn, og þegar allt kemur til alls, þá líkar ykkur vel í þessum hóp. Þó stundur hrikti í. Það er bara eitthvað sem má búast við þegar ég og annar eru komin saman. Já, ég og annar. Ég og þú. Breyskir menn, breyst fólk. Það má alltaf búast við svona. Hvernig komum við veg fyrir þetta? Svo ég spyrir að því nú einu sem við komum ekkert veg fyrir þetta. Svo fyrir utan það að það voru menn bara misjafnlega upplagði frá degi til dags. Sumir. Það er nú reynda mjög misjafn, en sumir eru kannski mjög misjafnlega upplagði frá degi til dags. Þú veist ekkert hvað er að angra mann og annan. Hvaðan kom þetta angur? Í 99% tilvika frá hugskotinu, frá eigin hugskoti. Þessu stórhættulega fyrirbrigði sem heitir eigið hugskot, það er ræðilegt. Það er svo margt sem leynist og það sem það er ekki alltaf að leita sannleikar og fæstaði kannski að leita sannleikar. En þú ert með þetta uppi og þú ert að smíða úr þessum fúafenni eitthvað sem verður aldrei neitt nema bastarður. En þú heldur áfram með það í stað þess að losa þig við það. Og þú myndi ekki losa þig við það nema fyrst að sjá það að þarna sé eitthvað í gangi sem þú vilt nú ekki hafa. Enn og aftur dregur hring utan um sjálfa þig. Sem ræður öllum þessum málum. Og fyrirgeðu mýgar hútna ég rakst í þig. Var að biðast fyrirgefningar, ekki? Það er nú ein leiðin til þess að bæta, það er að biðast fyrirgefningar. Það er margt sem við getum gert. Og það er líka margt sem við sjáum ekki. Þó einhver telji að við þurfum að biðast fyrirgefningar fyrir þetta og hitt. Þá gerum við það ekki að við sjáum ekki að við þurfum að biðast neina fyrirgefningar. En þurftum við þess? Ekkert alltaf. En við getum svo sem alveg beðist fyrirgefningar eða friðar einhvern í kringum okkur. Og gerum það örugglega oft. En hvað það er nú mín reynsla þessu öllu saman, þó eitthvað svona fjúki upp á milli, þá lægir þetta alltaf aftur. Og hvers vegna er það nú? Það er náttúrulega bara þeirri einu ástæða að vináttan sem þó hefur komið, að hún hefur rótfest. Það er gott að eiga rótfasta vináttu. Og í rótfastri vináttu þá gerist bara allt sem getur gerst. En að því hún er rótföst, þá verði ekki nein endanlega vinslit af þessari ástæðu. Ég man nú að reyndar aldrei eftir því að í mínu vinahópi hafi orðið einhver vinslit sem bara vörðu. Það var nú í gegnum tíðin alls konar gerst. En ég man nú ekki eftir því. En margir af okkur erum ekkert í neinu svona daglegu samfélagi, en ég veit að margir af okkur erum ennþá ágætis vinir. Og þekkjumstum ennþá svona, já, að nafninu til. Að ég segi það að svona vinátta, hún náði að festa rætur. Og þessar rætur sem þannig festast, þær halda alveg ótrúlega vel. Og nú veit ég að þú trúir ekki orða því sem þessi maður er að segja.
Það er víst að hafa það. Þetta er orð Guðs. Orð Guðs er lykillinn að svo fjölda mörgu. Orð Guðs er afl í okkur sjálfum sem gerir svo margt sem mér er algjörlega útilokað að gera. Og stundum hefur maður, auðvitað hefur margt gerst hjá manni og margt svona slitnað í sundur, eða svona verið við að slitna í sundur. En ef maður hefur stundum vitað því að gera ekki neitt og biður til Guðs, og vitum menn, eftir einhvern tíma, þá er þetta allt orðið eins og það var og jafnvel betra. Þetta er líka hægt að fara þessa leið. Þannig að við megum ekki gleyma Guði í öllum okkar kringumstæðum og aðstæðum. Hann er alltaf til taks og líka þess vegna meðal annars gefur þau trú. Hún er alltaf til þess að við notum hann, ég og þú, ég fyrir mig og þú fyrir þig. Og ef eitthvað gerist, þá spennum við greipar. En leyfum ekki bara illskunni að magnast, það getur líka gerst. Þetta er bara, fer allt eftir því hvað ég vil. Og þá nú erfitt við málið að eiga. Búin að fylla sjálfa sig einhverju illsku til hvers. Veit það ekki. Ég segi bara eins og ég oft sagt, hver skilur mannshjarta. Þannig að við erum að fá góða ábendingar í dag. Ábendingar sem að svona taka svolítið á okkur sjálfum og skerpa kannski á hugsunum, já, viðbrögðin okkar oft á tíðum sem svo oft eru röng. Ég get nú alveg verið einn af þeim í þeim hópi. En allt svona samt og eftir á hyggja hefur þetta nú slest út og svo framvegis. Og við farið kannski aðeins að læra inn á og meira inn á hvern annan, þannig að við getum okkur á að segja ekki sund. Og það er allt í lagi. Það er allt í lagi að segja ekki allt. Það er allt í lagi að segja stundum bara sund. Ég held að það sé nú reyndar alveg rosaleg viska í því að segja stundum bara sund. Svo fyrir utan það, ef við viljum, þá er líka gott að vita að það er tími fyrir allt. Líka að kasta því fram sem við viljum ekki segja þá. Svo er líka bara hægt að gleyma því. En það verður engin heimsendir held ég við það. Og alltaf eru skoðanirnar mínar svo merkilegar að það er bara skerið þarna úr heimsendið ekki. Ég held ekki. Ég held að sé einhver annar sem ræður honum en ég. Þannig við sjáum ef við viljum, þá getum við aftur alltaf sett okkur á jörðina með báða fætur. Ég veit að þú hefur oft gert það og ég veit við sjálf á mig þetta, maður hefur oft gert það en oft farið í eitthvað flug. Allir óðanvandi við mig. Það er brotið á manni svolítið fram og tilbaka. Nei, ég hef nú ekki mikla sögu að segja að svona brotum. En ef þetta lent í mörgu, alveg svo þú, og byggilega ekkert meira en þú, og kannski ekkert minna heldur, en þetta skiptir ekkert máli. Aðalatriðið er að leysa bara rétt úr þessu þegar þetta gerist. Og við erum vitibornir menn, og við erum Jesú í okkar hjarta, og hann mun hjálpa okkur við að leysa úr svona þvælu þegar hún gerist, og hún mun alltaf gerast annars lagi. Það er bara gott að vita það. Menn er ekki alltaf endilega sanngjarnir, ekkert frekar en við sjálfum. Við erum ekki alltaf sanngjarn í öllu sem við gerum. En við viljum það, ég veit alltaf það. Og við erum það oft og oftast nær en ekki alltaf, ekki nándar nær alltaf. Og það kom upp aðstæður í kringum okkur sem við verðum að fást við. Og við höfum oft fengist við. Og hvað hefur við gerst? Vandinn og vandamálið
verður miklu styttra en það ella yrði. Það eru inngripir, það er þessum inngripum að þakka sem voru gert þess að, já, lægja aldur segja það. Og hve oft hefur það ekki verið gert. Ég þakka nú bara fyrir það að það er mjög oft. Og oft hef ég og þú og við verið samtaka í því að lægja aldur. Og við munum halda því áfram. Og sérlega eftir að við eignuðumst trúna á Jesú Krist, því hann er friðarhöfðingi. Hvað merkir friðarhöfðingi? Það merkir frið í kringum þig. Það gerir friðarhöfðingi. Og þú kallar eftir hjálp friðarhöfðingjans og í þessu tilviki er það Jesú. Og við vitum, Biblían segir að trúin kennir okkur það, hann er góður. Og hvað gerir góður? Lægir öldur og kemur á sáttum. En hvað gerir ílskan? Önderti þetta. Og magnar þetta upp. Ég verið skil sko ekki þessu. Eða þessari. En hvor afstæðan finnst okkur nú engilegari? Ég veit alveg svarið. En stundum erum við ekki þetta hygna fólk. Stundum erum við eitthvað allt annað. Þetta er einn vandinn við það að vera bresk manneskja. Já, bresk. Kannski er þér ekki vel við orðið breskur. Og sérstaklega ef þú beinir öllum fingrum að þér sjálfum. Ég, breskur. Kanntu annan. En það er nú bara þannig að þetta eru við öll. Og við höfum gott að því að teygja hugan okkar svolítið ofan í þetta til þess að læra af því. Til þess að við sjáum þennan breska mann og þessi breski maður sem veit að hann er breskur hefur mögulega hugsanlega lært árvekni, gagnvart sér sjálfum. Og ég veit að við öll viljum vera það. Og ég veit að sum af okkur höfum náð ágætis tökum á þessu, þannig að okkur er ekki allar bjargir bannaðar, það er bara alveg fráleið. Ég er ekki að segja það að neitt haldi það. En við þurfum að hafa fyrir svo mörgu. Og hversu oft höfum við ekki staðið á fætur til þess að lægja öldur. Allir höfum nokkuð tölu á þeim ferðum öllum í gegnum okkar líf, ég hugsa ekki. Þetta er að vera lifandi manneskja og þetta er að vera í samfélagi við annað fólk. Það er engin fullkominn nema einn, hann heitir Jesús, hann er sjálfskipaður höfðingi yfir þessu liði sem veit ekki hægri hönd sína eða vinstri. En hann er með þetta allt á hreinu. Og hann er til þess að gera þessi verk, til þess að sættir takist og menn haldi áfram með það sem máli skiptir. Og hvað skiptir málið? Fyrir þetta í hvar þú ert staddur, en fyrir kristinn mann og kristna konu skiptir trúin á Jesú allu máli. Og það er í trúnni sem að við byggjum upp í okkur svona þætti sem hugsa ekkert annað en að gera gott. Og hversu oft höfum við ekki verið þær raun og veru, oftar en við hyggjum. En það er allt til að leiða hugan að þessum málum, því að það ýtir undir þetta góða í okkur. Við getum verið með hinn staðinn, illskuna, kemur ekki til mála, tala ekki við hann. Megum þetta alveg við viljum. Þú ert ekki að byggja þér góða framtíð með slíkri hugsun. Henda rögnu hugurinn maður. Hvað gerir hann beint sem er bogið þegar? Ekkert. Það sem hann eigur er bogið. Sem er kannski alveg að verða hringur. Hann búið að eiga svo mikið við hann. Ég vildi að minn bogi væri réttur. Það er bein braut. Því ég get það, ef ég get byggt hann, þú getur líka alveg rétt hann.
En það er kominn tími á þetta hjá okkur og Konráð þakkar fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.